komið öll sæl og blessuð og velkomin á United samkomu. Bara hérna á meðan ég stilli hérna strengina. Já, hérna núna fyrir að líða jólum. Þetta alveg að koma. Ykkur spenntir fyrir jólunum eða? Já. Halleluja. Ég hef aldrei verið eitthvað sérstaklega mikið jólabarn, en það geti breyst núna. Ég allan komin í smá jólaskap og komin í svona smá frí. Ég ætla að njóta þess að vera bara með mömmu og pappa á jólunum og njóta þess að vera í fjölskyldunni og njóta þess að vera í nærveru Guðs. Við erum alltaf að fagna fæðingardegi frelsarans okkars. Vá, þetta var tjúkubrjóður. Hér erum við að lofa frelsaran okkar. En já, áður en ég held áfram, ætlum við bara að lofa Guð saman og við ætlum að klappa fyrir bassaleikaranum sérstaklega, þessum höfðingja sem kom og sagði við mig, þetta verður ekkert mál, Finnbjörn, ég reddaði þessu og mætti upp á svið og ég honum ævilega þakklátur enda sendur á Guði. En við ætlum að lofa Guð og ef þið viljið standa upp þá bara það í boði, ef ekki, endilega gargið þá upp úr sætunum okkar. Já. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah. Now to the unbelief, I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. From the ashes, hope will rise. Defeated, the King is alive.
Sing a little louder. Og så snill. Sing a little louder. 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 Og så trykker vi. In the presence of my enemy. Svo ótrúlega oft að það eiginlega fyndið. Takk fyrir allt. All my words were short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often
So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, don't you get shy, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Praise the So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah.
Come, Jesus, come. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war. There'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. You come for the weak and the strong just the same, and all will believe. Yeah.
One day he'll come. We stand face to face. Come and lay it all down. 'Cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Halleluja, takk Jesus. Yndisleg lókinu, gerið svo fætur og skulum biðja saman. Halleluja. Við erum á kvangin í jólin, nú eru bara 2 dagar til jóla og það gleði fyrir marga, það getur líka verið svolítið sorg fyrir marga. Sumir eru kvíðnir fyrir jólunum og við ætlum að biðja saman og Guð megi gefa okkur frið sem aðrir öllum skilningi. Er það ekki það sem við gerum þegar við biðjum? Það gott að sitja út hendurnar og taka frá móti sem Guð hefur fyrir okkur. Hann hefur lækning og lausnin í lífið, hann tekur burtu kvíða, ótta, hræðslu, vanmáttakennd, sama hvað það berjast við, þá kemur hann inn í lífið þitt og gefur þér þennan frið, þessan undursamlega frið. Og eins og við vitum öll að þá eru hræðilegir hluti sem hafa gerst núna á síðustu dögum og við biðjum fyrir fjölskyldum þessa einstaklinga að sjálfsögðu og lyftum upp í bæn. Það er það sem við getum gert í dag. Við skulum ekkert að pæla í hvað gerðist, hvernig það gerðist, það fjallar ekkert það í dag. Það fjallar það að við biðjum fyrir þessum einstaklingum og lyftum upp í bæn og pappanum sem á spítalanum og að Guð komi með sína læknandi hönd og snerti við hann og gefa honum fullkomna lækningu. Bara Faðir mér, bara þökkum við fyrir náðín og miskun Drottinn, við þökkum við fyrir kærleika þinn og elsku Drottinn minn. Við erum byrjað Drottinn að leggja fjölskyldunar sem eru úti núna Drottinn í þínar hendur og vinina og ættingina sem eru þar Drottinn, bara leggjum þetta fólk í þínar hendur Drottinn minn. Faðir minn, ég biðja bara að koma inn í líf þér, ég biðja að gefa þér hennar frið, gefa þennan frið sem við þurfum að sá og halda Drottinn, gefa þessa von Drottinn sem er í þér Drottinn. Og ég biðja bara Drottinn, blessun yfir fjölskyldan, blessun yfir allt sem þau eru að gera þarna ellendis núna Drottinn minn. Og Faðir minn, við bara bænir okkar verða hjá þín Drottinn þessa daga sem núna eru Drottinn og fram Drottinn minn. Í Jesú nafni. Við viljum líka leggja einn og sér hvern sem er hér inni Drottinn í þínar hendur. Fólk sem er að berjast við kvíða og ótta fyrir þessum dögum sem framundan eru Drottinn. Megi þú Drottinn koma og gefa þennan frið sem við þráum svo öll að eignast í hjarta okkar Drottinn. Taka burtu þessa krumlu sem kvíðin er úr líf okkar Drottinn og gefa okkur fullkominn frið í Jesú nafni. Við þökkum fyrir þú elskar okkur á fyrra bræði. Þú þekkir einn og sér hvern sem er hér inni Drottinn minn. Og veist nákvæmlega hvað það er sem við erum að berjast við Drottinn. Og við bara blessum Drottinn alla þessa inni þessa viku sem framundan er, þessa daga sem framundan er Drottinn. Bara sigur og aftur sigur Drottinn minn í Jesú heilaga nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Við ætlum líka að taka samskot. Þú fá körfur til þess að ganga sínu pósi hérna aftast þegar þið vilja taka þátt í starfinu. Við reynum að vera til stað fyrir fólk og höfum verið að gera það núna síðustu daga. Og Guð elskar glaðan gjafara. Það er gott að geta gefið þannig að við getum gefið áfram til annarra. Bara Guð bless ykkur og varviti. Hún Linda ætlar að tala til okkur hérna eftir. Spennandi að heyra í henni.
og því sem að þau hafa verið að gera niður í bæ hverja einustu helgi sem alveg stórkostlegt að sjá og þá ávexti sem kom út í því og það verið spennandi að heyra í hennu. Við byrjum að taka vel á mótun eftir í Jesú nafni. Amen.
forréttindi að þetta sé orðið raunveruleiki í lífinu minni í dag. Að ég vilji lofa Guð okkur með einasta degi. Að ég vilji lofa Guð eins mikið og ég get alla daga. Og ég með vini mínum og við erum að ganga, hann nú að ganga í gegnum erfiða tíma og við erum báðir með Guði og ég var að segja við hann áðan bara eitthvað, pældi í niðurstöðum sem við erum að fá út úr einhverju, skilur sem að hefði verið bara óyfirstíganlegt og niðurstaðan hans var bara eitthvað, þetta blessast og við bara eitthvað, hvernig gat maður ekki valið þessa leið, skiljið en þú veist, ég veit það ekki, ég bara svo þakklátur þegar ég vakna á morgnana, ég svo þakklátur þegar ég að fara í gegnum daginn og það eitthvað erfitt og það eitthvað inn í mér sem að ég veit á ekki að vera þar og ég hættur að hlusta á það, ég hættur að tengja við það, ég hættur að láta það vera hluti af mér, þetta aðskota hlutur, þetta lygi og ég veit þetta ekki ég og það í lagi að vera með þessar hugsanir, ég stýri þeim ekki en ég stjórnaði hvað ég geri, skiljiði. Ég fæ ljóta hugsun, ég framkvæmi ekki, það hlýtur að þýða að ég sé góður maður, ekki satt, skiljiði. Í staðinn fyrir, ég alltaf með vondar hugsanir, ég geri ekkert að þeim, en út af því ég að hugsa slæm, þá ég vondur. Þetta var mín niðurstaða, alltaf endalaust. Hélt mig niður í huganum og svo spúði ég það út með tungunni minni, eitthvað eitur yfir aðra og yfir sjálfa mig. Og já, það sem ég ætlaði bara að segja og hvað ég glaður að hafa kynnst Guði og hvað hann einfaldar eins flókið og það var og að komast að honum og eins flókið og megi virðast að halda sig hjá honum þá einfaldar hann samt allt sem í kringum mig og já, mér langaði bara að deila þessu með ykkur og gleðileg jól og það einhver að fara að tala endilega hlustið á hana eða hann og bara takk fyrir mig, þykir vænt ykkur. Halleluja, amen. Vá, þvílík lofgjörð og þvílíku vitnisburður sem að líf hans eins og svo marga hér inni. En áður hún Linda kemur, ætla að biðja hana Katrín að koma hérna. Spennandi tímar í þessu landi og það fullt af möguleikum til þess að komast á hana stað sem fyrirpjöndar á. Heyrum hérna eina leiðina. Ykkur í Jesú nafni, ég heiti Katrín og ég ætla að fá að kynnast fyrir ykkur TSI-skólan. Hvað margir inni sem hafa heyrt TSI-skólan? Ok, woohoo! Ég veit allan að það alveg slatt af nemendum inni sem hafa komið og verið í TSI-skólanum. Ég fór. Já, einmitt. Og talandi þennan stað að fá að kynnast Guði, þá TSI-skólan alveg kjörið tækifæri til þess að fá að kynnast Guði hver hann og hver við erum í honum af því að hann hefur áætlun með líf sérhvers og eins og þetta vers hefur alltaf verið versi þegar ég hugsa TSI-skólan þá það alltaf þetta því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggjumir fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veitur vonaríka framtíð og ég og Óli vorum saman í meðferð fyrir 15 árum síðan og að hugsa tilbaka ég átti ekki von fyrir nýju lífi Ég vonaði að þessi litla von sem ég átti var bara að geta vakna á morgnana, verið edrú, mögulega fara í vinnu ykkur daginn og eignast bara svona heilbrigt líf. En Guð hefur gefið mér svo miklu meir en það. Og það þessi bara þetta lofar sem við eigum þetta líf sem að Guð hefur fyrir sérhvern og einn okkar. Og Guð hefur líf fyrir áætlun með líf hans Óla og hann hefur hjálpað ótrúlega mörgum einstaklingum bara með það eitt að feta þessa vegferð sem Guð hefði fyrir hann og ég hef hugsað, ég stóð hérna á hann, ég var að hugsa bara áhrifin sem að hefur á líf annara þegar við stígum inn í þá áætlun sem að Guð hefur fyrir okkur og það akkurat þetta, ég stend hérna í dag að því að það voru aðrir sem stígu inn í áætlun Guðs fyrir sitt líf og hefðu áhrif á mitt líf og það svoleiðis með Óla og það svoleiðis með ykkur öll, við bara gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. En það sem að mig langar þetta var smá útidúri því að ég var bara að hugsa þetta á hann, en það sem mig langar að kynna TSI-skólinn. TSI-skólinn svona vettvangur og hugmyndin með TSI-skólinn með svona að skapa stað og stund til þess að kynnast Guði og hver við erum. Og við erum að fara stað aftur, við fórum fyrst á stað hérna í veginum,
sumarið 2020 og var ótrúlega gaman með 5 vikna námskeið og ákveðum að halda því áfram og erum búin að vera eiginlega alltaf nema held ég 1 vetur eða 1 önn og við erum búin að vera á Akureyri, við erum búin að vera í hér og í Fíladelfíu alls þar og þetta svona dagprógram sem að frá 9 til 11:45 á daginn og þetta staður sem að við byrjum almennt á lofgjörð eða svona persónulegum bænastundum eða sameiginlegum bænastundum og svo kennslu, við förum í gegnum 14 kennsluseríur frá 12. janúar, þá byrjar fyrsta námskeið og alveg út mæ þá erum við að fara í gegnum 14 kennsluseríur og ég man Elín hans Óla þegar við komum með, fórum til Bretlands að skoða meðferðaúrræði þar og Elín sagði þetta bara eins og að fara í gegnum sporin nema bara svona sinnum 1000. Þetta miklu dýpra, þú fer miklu betur einhvern veginn í gegnum fullt af hlutum og þetta tekur á bara hjartan okkar sem við þurfum svo sannarlega að díla við og bara hver við erum og fá að taka af fullt af hlutum sem að tilheyra okkur ekki. Af því að við erum búin að setja bæði við og aðrir búin að setja stimpla á okkur sem að við bara sættum okkur við. En það ekki svo áætlun sem Guð fyrir. Og hann vil taka þetta af og þetta bara svona, vegferð sem við erum að fara í gegnum. Þannig ég hvet ykkur til þess að koma. Ef þið viljið frekari upplýsingar, þá hérna María og Hilma og Berglind og fullt af öðrum hérna inni sem að geta svara ykkur og þið með líka hafa samband við okkur. Það hægt að senda okkur tölvupóst á tcisland.is. Það hægt að fara inn á heimastíðun okkar og við erum líka á Facebook og Instagram. Þannig að endilega fylgist með og komið og verið með okkur. Það reyndar opnunar dagar frá 7. miðvikudaginn 7. til 9. og ég hvet ykkur til að koma, byrjum á samkomum, kaffi, bara svona hýtningur og svona massíf yfirferð á önninni. Þannig að endilega komið og vera með ef ykkur langar að draga ykkur nær Guði og bara vera í rútínu, byggja heilbrigða tengingu við aðra fólk og bara svona, daglegt líf, svona fara áður en fara út í þetta restin af deginum. En annars ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Fyrirgefðu. Já. Ég mas út í eitt, fer veður einu annað, ætla að segja fullt af góðum hlutum, en ég sagði fullt af góðum hlutum. Þetta í Tólsporahúsinu. Við ætlum að vera í Tólsporahúsinu í Holtagörðum og kostnaður, hver einstaklingur þarf að greiða 15.000 krónur á mánuði sem gjöfin ekki gjald, en kostnaðurinn 50.000 fyrir einstakling á mánuði. Bara, mér langaði að henda því fram, en við ætlum að sækja styrki fyrir sérhvern eitt sem kemur, þannig að þið endið bara á að greiða 15.000. Af því að við ætlum að reyna að vera með, við erum öll að sjálfboðaliða starfi, við erum öll bara að gefa vinnun okkar, en við ætlum að reyna að koma því inn að vera með einstakling á launum, af því að það bara virkar betur fyrir bara ykkur sem að komið. Þannig að þetta kostnaður, staðsetning, tími, eitthvað meira. Held ekki. Takk. Halleluja. Það alveg rosa heiður að vera með ykkur inn í kvöld. Tíminn sem að við erum á, jólin, ég ætla að tala svolítið bestu gjöfina. Hvað besta gjöfin? Jesús. Og mér langar svo að við byrjum á því að biðja. Og mér langar svolítið að gera svolítið aðeins meira og ég sá þetta bara fyrir mér. Þið mörg eitthvað finnst ykkur kannski eitthvað fyndið og vil ekki taka þátt allt í lagi. En mér langaði svo að við tækjum síman okkar og settum svona ljós. Út af því að Jesús ljós heimsins og það svo margt í þessum heimi sem að gerast núna. Bara það sem að Óli var að tala í byrjun. Muniði. Þú veist, ég tengist þessu fólki, ég þekki Brynju sem systir mannsins sem liggur á spítala og ég vil bara ef við tökum saman og þegar við berum byrðar hvers annars, bænin virkar, Guð bara einnig bæn í burtunum og bænin virkar svo vel. Þannig endilega takið í síman ykkar og við ætlum að biðja og setja ljós hérna fram til þessara fjölskyldur og allra fjölskyldur sem að glíma við myrkur. Þá tölum við ljós Jesú Krist inn í líf þeirra. Faðir, ég þakka þér, það þú sem ert ljós heimsins og þú hefur gefið okkur hlutdeild í því, Faðir. Ég þakka þér fyrir smurningu þína í bæninni. Meiru efla bænalífið okkar, Faðir, þessi jól. Og við biðjum fyrir fjölskyldu sem sárt að binda. Það búið að vera sorg og það búið að vera missir og alls konar hlutir, alls konar eins og einn sagði,
hún vinkonu mín hér, hún sagði bara, mér líður allskonar og við þurfum að vera á þeim stað að við biðjum, staldraðu við heima hjá þér. Þú veist, við vorum að taka tíma daginn, þú veist, hvað tekur tíma að lesa eitt vers? 15 sekúndur. Hvað þá 30 sekúndur? Þú veist, höfum mínútu. En hvað þá að biðja líka og bara lyfta upp, við vitum ekki hvers við að biðja, en Faðir, þú veist það og þú tekur trú okkar og bæn okkar og það sem þú hefur lagt í hjart okkur þegar við fyrir að hrópa það fram og setja það fram, þá flytur það fjöll. Heyri amen við því. Þín bæn er öflug og kröftug. Þannig við þökkum fyrir Jesús að þú ert ljós heimsins. Þakkaði Drottinn Jesús. Finnst ykkur þetta ekki öflugt? Fólk gerir þetta á tónleikum. Hei, við höfum að gera þetta í kirkjunni. Halleluja. Ljós heimsins, takk Jesús. Talaði við nágranna, Jesús er ljós heimsins. Það er fólk í kvöld sem að þekkir ekki þig, Jesú. Og það er kannski margir sem eru að ganga gegnum erfiðar hluti og tíma. Og Faðir, við erum þarna fyrir hvort annað. Amen. Við erum ljósin í líf hvort annars. Halleluja. Takk fyrir þetta. Amen. Mér langar svo að tala þessa gjöf sem að Jesús gaf okkur. Og það er svo sannarlega gjöf. Og sérstaklega núna í jólin við erum að tala gjafir, hver ekki alveg bara búin að fá nóg að gjöf. Já, eina eftir, handa barnabarninu. En sjáu til, Jesús er besta gjöfin. Hann er ástæðan fyrir þessu tímabili. Á ensku, he is the reason for this season. Þetta er svolítið flott á ensku, segið þetta með mér. He's the reason for this season, halleluja. Við ætlum að hristna þessu upp í okkur, við ætlum að vera svolítið glöð út af því að gleði Drottins sem styrkur okkar. Og í erfiðum tímum, kæri systkini, þá er það gleðin sem að kemur inn. Jafnvel í sorg, ég fari í gegnum sorg og ég fari í gegnum áföll og ég fari í gegnum dimma dali. En þegar ég hrópaði öllu hjarta, það segir, settu andlit þitt að Jesú. Leitaðu hans af öllu hjarta, þá mun hann mæta þér. En stundum í uppgjöfinni og þunglindinu og erfiðleikunum, þá viljum við bara fara undir sæng og fara bara helst undir kotta. En Jesús segir, gefðu mér. Og ég man alltaf þegar ég var að gera þetta, ég var, þú veist, að ganga gegnum mjög erfiðar hluti. Margir hér hafa farið gegnum skilna og svona hitt og þetta var bara áföll og ég sagði bara, Jesús, hvernig á ég að bera þetta? Og hann sagði við mig, þú berð þetta ekki. Ég ber þetta því að þetta er létt fyrir hann að bera. Sama hvaða byrði þú ert að glíma við. Amen. Og það er þannig sem við þurfum að snúa okkur að þó sérst að gangi gegnum og skrefin eru þung. Settu þó tíman að lesa eitt vers og tala við Jesú og bara leysa það út þó það sé í vanmætti, amen, að því hvað voru að tala í vanmætti og í veikleika þá er hvað? Jesús sterkur innan með þér, amen. Hann dó fyrir okkar syndir, hann reis upp á 3. degi og hann lifir hann í dag, hann er raunverulegur. Jesús sagði við ykkur, hann var í ljós þessa heims og við ætlum að gera þessa trúaryfirlýsingu að verki hverjum degi að biðja til hans. Segja Jesús, vertu það ljós inn í þessu myrkri. Nú talaði Jesús í Jóhannes 8:12, nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Vá, heyrðu þetta, ljós lífsins. Það er það sem hann hefur gefið okkur. Það er þetta ljós lífsins. Ekki bara það að hann sé þetta ljós og við getum verið að gangi gegnum myrkur. En þú tengið á honum. Guð er einnig bæni burt í öllum kringumstæðum. Og þegar þú gerir það, hvað gerist? Þú farið þetta ljós, þú farið þetta kraft, farið þetta smurningu. Finnið þið þegar við erum að tala þetta hvað andrúmslofti breytist. Amen, þið með mér? Amen, ég vil heyri ykkur. Come on, ég vil heyri ykkur. Þið hafi heyrt í fjölmiðlum núna þetta slys og allt þetta. Og við Íslingar fókusum rosalega á stundum þetta erfiða og það á vissilega rétt á sér. En þú ert frelsuð, þú ert kristin og ef þú ert það ekki hér í kvöld, þá munum við hjálpa þér að taka það skref í trú, amen. En vitiði að þegar svona hluti komi upp á
og það við missum ástvini. Ég var 13 ára gömul þegar móðir mín dó. Það var rosa sorg. Ég veit alveg hvað sorg og missir eru og ég veit hvað áföll og alls konar hlutir eru, þannig ég ekki að tala bara út í bara eitthvað tómt. Ég hef fengið að upplifa lausn hans, lækningu, endurreisn, að vera bara á þeim stað að vilja taka mitt eigið líf og Jesús koma inn með þetta ljós. Þannig að það fólk horfir stundum og fólk segir, já þessi, hún hefur það bara fínt, eða þessi, þarna, hann hefur það bara flott, skilur við. En vistu það, við förum öll í gegnum erfiðleika. Við förum öll í gegnum okkar göngur. Og það svo gott að geta sagt bara, já, veistu það, ég gangi gegnum hluti en Jesús minn styrkur, Jesús minn kraftur, hann mín lækning, hann mín lausn. Og hann kemur inn í innstu fylsni, liðmót og merkja, dæmur hugsanar og hugrenninga hjart okkar, það orð Guðs. Og í byrjun segir hann eins og tvíeggjað sverð. Vá, ég veit ekki neina bók sem gerir það. Amen. En þetta ljósa hátíð, eins og við lásum í Jóhannes. Skrifið niður þessi vers 8-12, það gott að lesa þau eftir á. Þetta vers rosalega sterkt. En þegar við stöndum í sameiningum og berum hvers annars byrðar, þá gerist eitthvað kraftaverk. Amen. Hvað margir sem að upplifa, sem að fara í gegnum erfiða tíma? Þegar við höfum eitthvað sem að hjálpar okkur, biður fyrir okkur. Ég rosalega þakklátt þessu starfi og Óla vini mínum sem hefur alltaf, ég búin að þekkja hann í 37, 8, 9 ár, svolítið lengi. Já, síðan við vorum 5 ára sko. Come on, þið verður að hlæja, come on, gleði drottinn sem styrkur okkar, come on. Halleluja. En þegar ég svo þakklátt fyrir akkurat það að við finnum fólk í gegnum erfiða tíma sem bara segir, hei, mér alveg sama. Hvað þessi segir þarna. Og í mín tilfelli þá hefur verið sagt mjög mikil ósannindi og svona og ég fór oft til Óla og bara, og hann bara, hei, þú veist hver þú ert í Jesú. Haltu áfram að ganga. Haltu áfram að gera það sem Guð kallar þig til að gera. Og viti menn, þú veist, þessi maður, hann styður ekki bara við okkar þjónustu og mitt líf persónlega og fjölskyldu minnar, heldur styður hann við svo marga sem þið vitið ekki. Þannig ég ætla að biðja ykkur að biðja fyrir þessu starf og biðja fyrir Óla. Ok? Endilega gerið það, takið ykkur tíma. Stundu þurfum við að fara frá okkur hvað ég þarf og Guð þarf að mæta þessu í mínu lífi og Guð hefur þetta fyrir mitt líf og ég þarf að biðja fyrir þessu og ég. Selfie, come on. Ég sé ykkur ekki, það að brosa, ok. Þú veist, ég frá mér til míns, það svo margir þar stundum. Við þurfum svolítið að frelsast frá þessu því að Jesús sagði, fyrsta boðið, elskaltu Guð þinn og öllu hugaðinu, öllu mættiðinu, öllu sáliðinu og elskaltu náungan eins og sjálfa þig. Hvernig getum við elska náungan eins og sjálfa okkar? Það ekki hægt í okkur sjálfum. Þú gerir það bara með þú gefir þig á Guði. Það agape kærleikur Guðs sem fæði til að elska einhverja mannesku sem þú aldrei hitt áður og þú bara finn elsku Jesú til þessari mannesku. Þannig getur þú líka vitna fyrir fólki sem þú þekkir ekki. Ég undra mig á, þú veist, þegar við erum í trúboðinni í miðbæ á föstudögum og bara, þú veist, kærleikandi fólks, ég skildi, ég fer heim og ég ógeðslega þreytt og ég bara, þú veist, en það ekki við, segðu til, það ekki þú. Þegar Jesús kemur yfir þig, þegar þú gefur þig á honum, þá það hans kraftur, það hans kærleikur, það hans smurning, amen. Það hans styrkur sem kemur yfir líf þitt. Og stundum vitum við ekki einu sinni hvað við erum, þú veist, það bara kemur og við bara, já, einmitt, takk Jesús. Því Jesús, hann talar í gegnum okkur. Hann talar í gegnum þig og ég bið þess líka þessi jól að Guð mætti virkilega tala, smyrja tungun til að bara tala til fjölskylduðinnar. Ekki eitthvað weird og eitthvað, já sko, og skella biblíunni sko. Nei, bara í venjulegum samræðum. Og viti til að ég gerði þetta í byrjun, sko svona fyrir einhverjum 30 árum, það var bara pappi sagði, mamma ekki komið heims að það bara biblían allstaðar, það bara inn á klósti og inn á baðinni, inn í svefnherbergi og allstaðar. Og ég, þú veist, en Guð gefur okkur visku. Og í dag pappi minn frelsaður. Og ég get alveg sagt ykkur að
nærgætni og bara viska hvernig Guð leiði mann og staðsta kærleikur Guðs. Að vera til staðar, hlusta. Þú þarft ekki alltaf að segja þó þú vitir það. Hlustaðu. Að vera góður hlustandi við fjölskyldu sína, systkini sín, frængur og frændu. Ég sé mesta og staðsta kærleika og kraft, þú veist. Ein frænka sem kom til mér daginn, við höfum alltaf að spjalla og ég sé hann í story hjá mér og svona og allt í einu fór hún að segja bara amen yfir einhverju sem við vorum að posta og veist, það ságott, amen og ég bið þess, núna munum við biðja í lokin en að fjölskylda okkar muni frelsast þeir sem hafa ekki tekið það skref og það ekkert eitthvað weird, það ekki eitthvað skrítið, það bara eðlilegt að tala Jesú. Segðu vitnisburðin, segðu hvað Guð hefur gert fyrir þitt líf og veistu það, mamma þín og pabbi og frænka og frændi og bróður og systir, þau elska þig, þeim finnst þetta kannski eitthvað weird eða eitthvað skrítið en þau hlusta á þig og þegar þú segir sannleikan, þau vita þú ert að segja sannleikan. Veistu, Guð leisti mig undan þessu og þegar maður fór bara að tala og spurningin var þessi með mitt líf persónlega 2009 það var svona, 2011 var svona loka kaplinn af þessum trámamálum, áföllum og svona takk Jesús, að Guð leysi mann. En pabbi sagði alltaf og fleiri í fjölskyldu sagði alltaf, ég bara skil ekkert hvernig hún bara hleypur í gegnum það maður. Og eins og þetta snertið ekki. En það ekki það. Þegar segið þið náð. Guð hefur gefið náð og miskunn til að fara í gegnum erfiða tíma. Og Guð mun lækna þig. Ég lofa ykkur því, ef þú vonur á hann, þá lyftir hann þér upp, gefur nýjan kraft og nýjan styrk. Og hann kemur bara og leysir og læknar á svo fallegan og yndislegan hátt. Það ekki að útskýra, með þess að þú sefur. Ég hef alltaf vanið á að biðja á þér fyrir að sofa. Þú veist, og ég bara liggstundu og ég bara, Jesús, þetta, þú veist, og manstu, eins og hann veit það ekki, þú veist, hann veit allt þitt líf. Þú ert að fylgja honum. En þú veist, það gott að tala, hann vinur minn, hann vinur þinn, hann vinur þinn. Þekkjuru hann eins og vinur þinn, þá þarftu að eiga tíma með honum. Og hann vill ekki einhver fagur orð, hann vill bara hjarta þitt. Sest á gólfi, settu lofgjörðina á, talaði við hann, kvartaði til hans, talaði við hann, segðu hann frá deginum, segðu hann hvað sem ángra þig. En þakka honum líka fyrir það sem hann hefur gert. Þakklæti svo yndislegt. Og stundum líka þetta, nú ég bara að flæða, ég ekkert að fara eftir notes hérna, en Guð, hann væntist líka að við segjum bara Jesús fyrirgefðu mér. Þetta rosalega góð bæn. Og ég bið hana rosalega oft. Ég segi takk Jesús, fyrirgefðu mér Jesús. Svo ég einmitt að hugsa, hvað ég að biðja fyrirgefningu fyrir? Já, einmitt, ég hugsaði þetta. Já, ég var með attitude og ég þetta. Við erum öll með breyskleika. Við erum öll að glíma við eitthvað. Amen? Og Guð, hann elskar okkur samt. Við þurfum ekki að vera fullkomin. Okkur erum við að sitja þetta að við þurfum að vera eitthvað fullkomin. Þú verður aldrei fullkomin. Bara Jesús sem fullkomin. Halleluja. Þannig að en þegar ég ger þetta, það lyftist eitthvað af hjarta mínu. Og ég bara, allt í einu sýnir á mér eitthvað sem ég virkilega sá ekki. Og ég þarf að iðrast fyrir það. Vitið að hugsanir okkar, við syngum stundum bara í hugsun. Amen? Ekki satt? Þannig að það gott að venja sjátt. Jesús, ég þakka þér fyrir þú dóst fyrir mig. Jesús, ég þakka þér fyrir þú gafst mér þetta líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér. Fyrirgefðu mér. Ég veit ekki alveg hvað það en ég veit bara, Jesús, allt mitt líf hér gef ég þér. Amen. Og þú klikkar ekkert á svona bæn. Og áður veist það, þá bara kemur nærvera Guðs. Ég lofa ykkur því. Þú þarft ekkert að þekkja Biblíun frá A til Ö til þess að nærvera Guðs komi yfir þig. Nærvera Guðs kemur yfir þá sem eru í einlægni að leita hans af öllu hjarta. Ég í með 29:11-13. Lesið þetta vers. Beautiful. Þessi leita hans af öllu hjarta, þá mun ég koma og finna manneskuna. Ég kem og finn þig. Amen, sjá hvað þetta fallegt.
Þú átt sáttmála leið þú frelsaðist, þá áttu sáttmála akkurat samfélag. Hvað var fyrsta syndin? Að samfélagi var rofið. Núna í dag þá það samfélagi sem að óvinnurinn á eftir. Já, við eigum óvinn og hann kemur á eftir þínu samfélagi. Án samfélagi við Jesú, án þess að lesa orðið, hvað voru að tala áðan? 1 vers, 15 sekundur, áttu 30 sekundur, áttu 1 mínútu. Þetta engin fyrirtæming, þetta bara, við þurfum að okkur, ég þarf að aga mig, við þurfum öll að okkur, við þurfum ekki bara að okkur sem erum að kenna Guðs orð. Fyrir þig að vaksa, dafna, eiga við bresti, eiga við hluti, lækningu, alls konar hluti sem við verðum, að því, veistu það, Jesús orðið. Bara þegar þú segir þetta, þú veist, þegar maður fekk þessa opinberun, Jesús orðið, Jesús sem sagt Biblían. Það breytir svolítið. Þannig þegar þú lest, þá ertu að teygja þig af Jesú og hann fyrir að vinna. Munið það sem ég talaði áðan, að hvernig orð Guðs, það beittari hverju tvíegju sverði. Það fer inn í innsta fylsni hjarta, liðamót og merkja og dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Það það sem orð Guðs og við viljum það. Við viljum að orð Guðs, það þværði þig. Við þurfum svolítið að fara í andlegt bað reglulega, skilur við. Ok? Come on. Hann orðið þvær. Og svo ertu í nærverunni. Og bara hætt að koma fram fyrir Jesú í fyrirdæmingu eins og þú sést ekki nógu góð eða góður. Hann elskar þig eins og þú ert. Hann veit alla breyskleika þinni. Ég held að bara, Guð, á hverju viltu nota mig? Veistu þetta og þetta, manstu? Hann já, halló, ég veit þetta allt. En ég ætla að nota þig. Ég hef fjárfyrst of mikið í þér, hana nú. Þegar Guð á þig, það á hann þig. Hann afbrýðsamur Guð. Halleluja. Jesaja 60:1-3. Stattu upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Þetta verst til þín þessi jól. Stattu upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Sjá myrkur grúfir yfir jörðinu og sorti yfir þjóðanum. En yfir þér rennur drottin og dýrð hans birtist yfir þér. Þjóðirnar stefna á ljós þitt og konungar á ljóman sem upprennur yfir þér. Vá, ég elska þetta vers. Hvar þetta? Jesaja 60. Rís upp. Og þú tekur ákvörðun hverjum einasta degi að rísa upp og skína fyrir drottin. Já, ég hef ekkert að skína. Ég gangi gegnu, þú veist, þunglindi, sorg, missi. Veistu ekki hvað ég búin að gangi gegnum? En Jesús segi, stattu upp, skín. Amen. Skín þú, því ljós þitt í Jesú mun skína í gegnum þig, sama hvað. Þó sért weak, eða veikjaðja, gangi gegn hluti, erfileika, þá ertu sterk eða sterkur í Jesú, í heilugum anda. Það loforð. Though you are weak, you are strong. Þá þú sett veik og veikjaðja, þá ertu sterkur í honum. Amen. Hann lífsskjöldur þinn. Hann hjálpa þér að ganga í styrkleika og í trú. Það okkar Guð. Halleluja. Það svo mikið að við tökum afstöðu okkar í trúnni. Og ef þú ert hér og hefur ekki meðtekið Jesún í þitt líf, þú ert kannski ekki viss, þú ert svona að tekka á þessu, skoða, þú trúir alveg að það seti Guð, en þú er kannski ekki tekið á móti lífinu í Jesú fyrir þitt líf. Og Guð vill komast að hjart ykkar og í lok núna á eftir þá munum við biðja saman og við erum með fyrirbeiðendur og ég trúi því að það fólk hér sem að þarf að taka þess ákvörðun og svo kannski fleiri sem að hafa verið frá og ég þekki það, ég veit alveg hvernig það að fara í fílu og móðgast og ekki fyrirgefa og vera bitur og reiður. Þú veist, það allt í andstöðu við það sem Jesús hefur gefið okkur. Amen. Samkvæmt Galdabréfinu, þið lesið það samkvæmt við andan og holdið. Þannig að ef þú játar með munniðinum, stendur í Rómarbréf 10:9. Ef þú játar með munniðinum Jesús drottinn og trúir í hjartaðinu, að hann hafi uppvakið hann frá dauðanum, myndi hólpin verða. Hversu magnað? Þú þarft ekki að gera neitt. Nefnum bara að segja, já,
Jesús, þetta alveg svo giftið, þú ferð ekkert upp í kirkjuna fyrir fram prestun og bara, þú verður að segja já, annars það ekki gilt. Það alveg sem með trúna. Það þýðir ekki að segja, já, ég hef bara mína trú og fyrir mig, nú hvernig það? Og þú veist, þú þarft að játa það fram fyrir Guð, þannig að það eru vitni. Þú veist það, Guð veit það, og það alveg, það alveg ekkert, ég búin að segja já. Amen. Mér langar að lesa, þú liði meira? Ok. Jesaja 43:1, þetta frábært vers. Ok, ég bið ykkur að skrifa þetta í síman ykkar eða eitthvað, þið getur líka að fara tilbaka. Þú veist, þetta mögnu vers bara líka fyrir þessa jólaháttíð. En nú segir Drottinn svo, sáu skóp þig, Jakob sagt og myndaði þig, Ísrael, óttast þú eigi, því að ég frelsa þig, ég kalla þig við nafni, þú ert minn eða mín. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Þú veist, hann þekki þig með nafni. Hann þekki þig með nafni og hann kalla þig með nafni og hann segir, þú ert mín, þú ert mín, þú ert minn. Og þetta bara bræði hjartamanns. Amen. Mattheus 11:29-30, takið á þig mitt ok og lærið af mér, því ég hóvar og hjarta lítillátur. Og þá munu þér finna hvíld í sálum yðar. Amen. Og síðasta versið, ég lofa, predikar segja það alltaf. Svo koma 3 eftir. En önnur Krónikubók 7:14, mér finnst þetta svo magna vers að það tala til mín alltaf. Það alveg sama. Guð situr mig alltaf þarna og ég bara, yes sir. Þetta svoleiðis vers, það segir, og líðu mig, sá við mig kendur, auðmiki sig og þeir biðji og leiti augliti mín svo snúi sig frá sínu vondu vegum, þá vil ég heyra þá frá himnum, fyrirgefa þeim syndi þeirra og græða upp land þeirra. Wow. Lækna land þeirra. Þú ert landið. Þú ert landið. Þú ert Ísland. Þegar þú leita Guðs, 15 sekundur, 30 sekundur, mínútu, hvernig sem hún gerir á morgnan og kvöldin, hvernig sem í bílnum, whatever. Við erum án afsökunar, í raun og veru. Við getum hlustað á það með að segja. Þegar þú fyrir að gefa þig af Guði svona, hann fyrir að kalla þig til þess að biðja fyrir ríkisstjórninni, eins og Hilma og fleiri sem hafa verið að biðja fyrir drengjónum og þú veist, baráttunni við aðstóð og fá ríkisstjórninni til að vakna, að fá hjálp við unga fólki okkar sem að berast í fíkn. Hugsið ykkur að þetta það sem Jesús krefst, hann þarf á þér að halda, segðu hann þarf á mér að halda. Það ekki bara predikarnir, kennararnir, 5.000, hann þarf á þér að halda. Hvern einasta stein sem hann hefur kallað, hann þarf á þér að halda. Og þá breytist það þegar þú fyrir að biðja og svo fyrir Guð að sína, já, ég veit ekki alveg hvað ég að biðja, en Guð fyrir að sína þér, ok, biddu fyrir þessu, og allt í einu að koma bara, wow, að því hann talar, amen. Heilagur andi talar nefnilega þegar þú gefið þig að honum. Þá fyrir hann að tala. Ég sit kannski bara á gólfinu heim í stofu með eitthvað lofgjöra, ég veit ekkert hvað ég að biðja. Jú, ég get biðja fyrir, auðvitað biðja alltaf fyrir fjölskyldum minni, börnunum mínum, barnabörnum, þú veist, svo fer ég, Jesús segir, biddu fyrir óvinnu þínum, halló. Þeir sem hafa komið á móti þér, þeir sem þú líkar ekki við, þeir sem þú ert í stríði við, Jesús segir, biddu fyrir óvinnu þínum. Come on, hvað gerist þá? Brotna hlekkir og fólk bara, þú sér Guð virkilega vinna kraftar, ég sé það og mér fannst þetta mjög erfitt. Ég bara, já Guð, veistu ekki hvað þessi manneska sagði og hvað hún gerði eða hann? Jú, en ég þarf þig að biðja fyrir þessi manneski. Og svo fór ég að biðja og vá, allt í einu eftir einhverja mánuði þá hringdi þessi manneskja og þetta var súper erfitt mál. Ég að segja ykkur, við eigum að biðja fyrir óvinum okkar, við eigum að biðja fyrir fjölskyldu okkar, við eigum að biðja fyrir land okkar. Og þetta ákveðin skipus, Anna Krónikubók 7:14. Og ef líður minn sá við mig kendur, auðmiki sig fram fyrir Jesú og þeir biðji og leiti augliti míns og snúi sig frá sínum vondu vegum. Já, við erum öll með ykkur og vonda vegu. Þú veist, come on, við vitum það. Hættum að reyna að vera eitthvað réttlátt, come on.
Við erum bara réttlátt í honum. Við gerum mistök. Amen. Og við þurfum að heiðrast. Við þurfum að biðja Jesú fyrirgefðu. Og hvað þá? Fyrirgefðu landin okkar. Ekki bara fara á Facebook og bara, já, þetta nú bara blablabla, þetta bara ömurlegt og já, þetta nú bara fíbl og blablabla. Þú veist, sjá, halló, þú ert kölluð og kallaði til að gera annað. Að biðja. Það þitt vopn. Segðu það mitt vopn. Þegar þú ert bara að biðja í tungum og þú ert að fara í skólan eða fundi eða þú ert í vinninu, svo ertu bara bara niðri með þér. Já, ég bið fyrir honum, Jesus. Þú kannski ert að fara í liftun og fólk alveg, ertu ok? Já. Þú veist, þetta er verkefni okkar sem kristnir eru, það er að leita hans og biðja. Amen. Og þá mun ég heyra frá himnum, fyrirgefa þeim syndið þeirra og græð upp land þeirra. Það er loforð í þessu versi að hann fyrir að vinna fyrir þína hönd og þína trú og fyrir réttlæti sakir, fyrir trúar sakir. Við verðum að sjá breytingi í land okkar og það byrjar á okkur. Amen, þú ert mikilvæg. Halleluja. 4 hérna á fremsta bekk, yes. En við ætlum að enda þessu versi. Ég lofa. Lúkas 9, 23, 24, hann sagði við alla, hver sem vill fylgja mér finnst þetta svo magnað. Þetta brýtur mig í hvers skipti að því fyrst ég las þetta fyrir einhverjum ári, ég skildi þetta ekki neitt, ég bara, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfu sér, halló, hvað eru margir búin að gera þetta? Jesús, ég afneita sjálfu mér, ég gef þér mitt líf, ég gef þér allt. En þetta er oft erfitt fyrir okkur. Ég veit að það var erfitt fyrir mig á þeim tíma því ég hefði mikla skoðun og vildi lífi mínu svona og ég hef með skoðun á köllun minni. En Guð á köllunina, right? Hann á köllunni við lífi þínu og það er allir kallaðir. Allir kallaðir til að boða trúna. Það er allir kallaðir til að biðja, lesa og leita hans og sjá hvað Guð hefur fyrir þitt líf. Amen. En það segir, afneitaðu sjálfum þér. Takt upp krossin daglega, hvað þýðir það? Það þýðir bara samfélagið og lesa og taka upp krossin, lyfta honum upp fyrir réttlæti og fylgdu honum, fylgdu mér. Amen. Finnst ykkur þetta ekki frábært vers? Lúkas 9, við að vita þetta í hjartakar, en ég tók, en hver sem vill bjarga lífi sínu, ok? Og hver sem týnir lífi sínu mínu vegna, hann mun bjarga því. Þannig að þetta er svo magnað, halló. Þannig að við ætlum að gera þetta líka í kvöld á ferskan hátt. Jesús, ég afneita sjálfum mér. Og ég tek upp krossin daglega. Og veistu það, Jesús, ég ætla að fylgja þér betur. Meiri, öflug, krafti, smörningu, trú. Og ég ætla að afneita öllu þessu drasli. Tilkvist að vera haldið í þetta drasl. Amen. Það er bara svolítið þannig. Halleluja. Ég held þetta sé, ég ætla bara að lesa aðeins yfir, svo ætla ég að fá lag sem að mér þykir rosa væntu sem Guð tala til mín og ég vona líka að þau tali til þín, svo ætla ég bara að biðja saman. Og ég trúi því bara að það er nærvera Guðs sem kom yfir þig á ferskan hátt og þeir sem þekkið ekki Jesú, ég bið þig, taktu þetta skref. Þú munt aldrei nokkuð tíma sjá eftir því. Og það er ekkert að óttast að þú droppir eitthvað inn í þetta hérna, ertu í þessu hérna. En Guð, hann leiðir okkur og hann er svo mikið gentlemaður og hann er svo yndislegur að hans hann bara gengur. Ég meina, þegar hann var að kalla mig tilbaka, já, ég féll frá, ég var að vinna með Guði og svo fór í gegnum hluti og þegar hann var að kalla mig tilbaka, vá, náðin, miskunin, kærleikurinn, þolinmæði við mig. Ég þoldi ekki sjálf á mig. En Jesús, hann elskar þig og hann veit alveg hvað er best fyrir þig. Hvern og sem vitið hann þekkir hvert einasta hár á höfði þér. Hvert einasta fingrafar er öðruvísi. Hvert einasta fingrafar er öðruvísi. Það er ekki hægt að duplikata það. Guð elskar það sem hann hefur skapað hana heim. Og hann hefur áætlun. Og við þurfum að hafa djörfung til að stíga trúa. Það er svo mikið vantrú í Íslandi, trúrækni og alls konar hluti og þessna þurfum við að biðja eins og
Anna Krónikubók var að segja. Við þurfum að biðja gegn þessum vættum. Amen. Svo að trúin rísi. Viljum við sjá vakningu á Íslandi, þá þurfum við að gera allstar og hver einasta andlegu heimili þurfum við að fara að biðja og trúa og ekki beygja okkur og ekki vera hálfvolk í trúnni. Það er læki lifandi vass, það er eldur hans, það segir að orð Guðs, samkvæmt Jesía, Jeremía 42, 30, ég man það ekki, 42, 49 held ég, leiðréttið með stelpur. En það talaði um að Guðs orð er eins og eldur og það er eins og hamar sem að brýtur sundur mólar klettana. Amen. Var það Jeremía 43? 23, 29. There you have it. Það eru svo vel að sér. En sjáu þið til, hann sundur mólar klettana, allt sem er að koma gegn þér. Og það er eldur hans sem að þú getur ekki stjórna, þú getur ekki reynda þú getur ekki stjórna. Hann bara kemur og ég finn alltaf þetta. Og þess vegna fylgi honum, því ég veit hann er yfirnáttúrlegu Guð. Þú ert að fylgja yfirnáttúrlegum Guði sem að gera kraft að lestu hver hann er. Hann er yfirnáttúrlegu Guð í þínu lífi. Hættum að beygja okkur undir þetta ok heimsins og ok vantrúar og trúrækni. Don't get me going. En við skulum hoppa hérna yfir og við ætlum að fá þetta lag, elsku vinir. Þetta er svo magnað, þetta er með Phil Wickham. Má hækka þetta svolítið við. What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away. Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do? And what if I told you that there is a love that never lets go and never gives up? He died on a cross to bury your sin. Then 3 days later he rose up again. Look at that tomb, it's dark and empty. Step in the light, walk in his victory. What if I told you it's true? What would you do? Jesus is calling out your name. This is the reason you were made. Run to his arms just as you are. A little faith is all it takes. Come and be saved. Yeah. So bring him your doubts, bring him your shame, bring him your past, bring him your pain. Lay it all down at the foot of the cross. Watch him revive all the dreams that we lost. Come and belong, come and believe. Give him your life, make him your king, lay your chains at the floor. Jesus is calling out your name. This is the reason you were made. Run to his arms just as you are. A little faith is all it takes. Jesus is calling out your name. This is the reason you were made. Run to his arms just as you are. To bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. What if I told you that you could be saved? What if I told you that you Amen. could be changed? That all of the Magna lag, tala þetta til ykkar. Amen, þið með setja eitthvað svona lofgjörðalag á að þið viljum að biðja núna. Ef það er einhver hérna inni sem þekkir ekki hann, þekkir ekki Jesú, þá langar mig að þú komir fram,
Við erum yndislega fyrirbeðandi hérna sem taka alvarlega það sem að þau gera í bæn og ég mun líka koma og biðja með ykkur. Ég bið þess að þið megi að friðsal og yndislega og kærleiksrík jól. Guð bless ykkur. Ef það er þannig að þú vilt ekki koma fram þá ætlum ég bara aðeins að biðja hérna frelsisbænina. Gleðileg jól, Guð veri með ykkur, takk fyrir mig í kvöld, endilega komið upp þið sem vilji koma. Halleluja. Segðu bara eftir mér, Jesús, komdu inn í hjarta mitt, fyrirgefðu mig syndi mínar. Ég vil læra að þekkja þig, hver þú ert, Jesús. Taktu við mér, ég meðtök þig, í Jesú heilaga nafni. Amen. Ef þú baðst þessa bænar, komdu upp, talaði við okkur. Óli og fyrirbeðundin endilega komiði fram. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Verið ófeimin. Og líka ef það er einhver sem er búin að vera að glíma við lækningu, sem þarf lækningu, búin að vera að glíma við sjúkdóma, eitthvað sem er herja á líkamæðin, komdu, við skulum standa með þér. Við berum hvers annars byrðar, amen. Þannig að stöndum upp, komdu. Takk Jesús. Og fyrir þá sem að þurfa að endurnýja heit sitt við Jesú Krist, við trúna, komdu. Halleluja. Annars þið blessu ykkur og gleðileg jól. Amen.